Fyrsta, annað og. Ég kom inn. Mér langar að segja ykkur til að heyra þetta. Koma yngur. Já, komdu hérna. Nei. Á hverju? Ég pínu, ég segja alltaf sjálf með villspilli. Ég ætla að fara að bæta. Sko nú sér enginn læri skála neitt þess að þannig að við erum miklu öruggari. Já, það er gott örugg hérna. Ég ætla ekki að hafa þetta langt, það er náttúrulega mjög stór saga á bak við þetta. Ég ætla að taka bara svona aðalatriðin. En fyrir svona 18 ára síðan þá veikist móðir mín og hún átti að fara í aðgerð, sem sagt, og komst aldrei í aðgerðina, heldur veikist fyrir hún á Landspítala og fær svínaflensuna þar. Og hún er í dái í 6 mánuði og ég fer oft til hennar, bara með litlu rauðu bænabókina og bið fyrir henni og ég tala alltaf við hana, bara eins og hún heyrði í mér og bara talaði líf og svo eftir 6 mánuði og ég sá að Guð var að lækna, ég sá það, ég sá og vissi það, ég var alveg fullviss að hún var bara Guðs og höndum og þetta er alltaf lækna. Svo var haldinn fundur, sem sagt fjölskyldufundur, þar sem að systkini mín og pabbi eru kölluð saman og ég náttúrulega mæti þarna og þau sita þannig í hring þegar ég mæti, mjög döpur á svipinn og það var búið að taka ákvörðun hjá læknanum að taka mömmu úr sambandi, þess að hún væri öndunarvél, vegna þess að það væri bara ómannúðlegt af okkur að halda henni í þessu ástandi og ég bara fekk náttúrulega sjokk og það fyrir náttúrulega allir að samþykkja svona verknar og ég samþykkti þetta ekki og ég var kölluð öllum íllunöfnum og svona margt látið fljúga en ég var bara fullviss, ég var bara, það var engin yfir mér, það er gjöf frá Guði, ekki mér að taka og mamma vaknaði 6 vikur seinna og lifði í 10 ár, mörgum 10 ár og hún fekk að gera hluti við föður sinn sem ég held að veit að skiptir máli, hún kynntist Guði betur og fekk svona vissan frið og bara vissan lækningu og þannig að treysta á Guðin ekki með eins og lægina þá byrjaði þetta að brenna sem yfir þessi vitsböður og auðvitað gott að ég góða að og Guð er með mönnum og það þeir mig, veist, en Guð var alltaf síðast orðið og bara þessi von skiljiði mig, svona mikið vonleysi hjá mörgum og svona vonleysar aðstæður en það er þessi trú og þessi von sem er svo gott að lifa eftir og það er opinberun Guðs, það er trúin og vonin og þetta bara undir stórmerkið og þau gerast og þetta er ekki langt síðan þetta gerist og það er ekki mér að þakka og bara mín litla trú skilji mig bara að Guð sé almáttur takk fyrir Þarna sjáum við sögunum mustaskorti þessi litla trú sem verður á stóru tré. Þannig að þér er orðið að trú þinni. Gleymum því ekki að þetta er það sem á að búa í okkur. Trúin á Jesúm Krist, hún á að vaxa og dafna. Er ég amen? Amen. Getum við ekki á sveit? Amen. Nú ætlum við að næra trúna. Gott að heyra hvað Guð hefur gert. Ég ætla að tala aðeins samfélag í dag. Við ætlum að eiga samfélag borð Drottins og já, nú er einhver að elda. Já, þetta kemur allt saman. Það er svona eldvarnarkerfi í húsinu og þegar að menn er að hugsa matinn þá fer það vill að fara í gang. Það er að slökkva líka á þessu. Það er hægt að stöðva bílanavælu. Það er að hafa námskeið, þeir kunna þetta. En söfnuðurinn okkar, hann snýst samfélag og ég er ekki með eitthvað sem þið hafið ekki heyrt áður. Þið hafið eflaust heyrt allt sem ég ætla að segja áður. Og það er allt í lagi vegna þess að ég veit að þið borðið stundum sama matinn aftur. Þið borðið ekki alltaf nýjan mat sem þið hafið aldrei borðað áður.
við borðum yfirleitt sama matinn aftur og orð Guðs. Það ekki gefið okkur til þess að við heyrum eitthvað nýtt. Orð Guðs gefið okkur til þess að við eigum líf. Og orðin eru líf, þeir öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra, segir Guð. Og þess vegna við að horfa á orðið stöðuglega. Og það sem mér langar bara að nefna, fara með okkur yfir í dag þetta nokkrir punktar söfnuðinn eða samfélag. Og það enskt orð sem heitir assembly. Og stundum þegar ég að panta varahluti í bílinn minn á Rock Auto, þá sé ég þetta orð assembly. Það þýðir vil ég fá allan hlutin, allan gírkassan eða allt þetta. Eða vil ég bara fá ákveðna hluti úr gírkassanum. Þannig að ég hef val. Og sjáðu til, söfnuðurinn okkar, hann á nokkrum stöðum í Biblíunni, hann kallaður kirkja, en hann líka kallaður assembly sem þýðir samsetning eða samsettur og það munur á, sjáðu til ákveðnum, ef þú kaupir bókahillu, að hvað heitir það? Í IKEA, ef þú kaupir bókahillu þar, þá færðu mjög sennilega bara svona flatan pakka heim til þín. Og þú segir kannski, hvar á ég að setja bækurnar? Ég setja ekki ofan á þetta. Nei, þú þarft að rífa bréfið utan af og síðan þarftu að sennilega að taka þetta allt í sundur, svo fylgja einhverjar festingar með og þú þarft að setja þetta allt saman. Og það sem svo mikilvægt fyrir okkur að vita að það munur á svona pakka eða hillu sem búið að setja saman, vegna þess að þeir búið að setja hana saman, þá hún nothæf. Flatur pakki á gólfinu gagnar ekki neitt. Og það eins með kirkjuna okkar að ef hún bara flatur pakki á gólfinu, að við kirkja sem kannski bara áhorfendur, en við ekki assembly eða samsett, eða eitt orð í viðbót sem Biblían notar líkami. Að við líkami. Og við ætlum að eiga samfélag á eftir líkama Krists, blóð Krists og brauðið eða líkamann. Þannig að kirkjan, hún líkami. Og þetta eins og ég sagði mjög einfalt, grundvöllur samfélags hver? Að koma saman. Það gat ekki verið einfaldara. Amos 3:3 segir okkur, ef tveir menn vilja verða samferða, að þá þurfa þeir að mæla sér mót. Og kirkjan staður þar sem við höfum mælt okkur mót. Og sumir eiga svo náið samfélag að þeir búa saman og hafa gengið í hjónaband saman. Og það í raun mynd upp á líkama Krists. Og í postulasögunni, öðrum kafla, vers 42, postulasagan 2, 42, að þá svona grunnurinn af því sem að kirkjulíf frumkirkjunar snerist Það var ekki mikið kirkjubasara eða ég held að hafi ekki verið tónleikar, en þeir sungu samt lofsöngin og í 40. og öðru versinu að þá þetta einfalda, það allir þessi leiðinlegu hlutir sem við viljum ekki gera. Það samfélagið, það bænirnar og það brotning brauðsins og svo það kenning og uppfræðsla postulana. Og við vorum að fara í gegnum Jóhannesarbréfið daginn og þá sögðu þeir svona, segir Jóhannes mjög djarflega, sá sem hlustar á okkur, hann í sannleikanum, sá sem ekki hlustar á okkur,
hann er ekki í sannleikanum. Þetta í 4. kafla í Jóhannesarbréfi, ég ætti kannski að lesa þetta, svo við höfum það rétt, en þegar ég las þetta þá fannst mér þetta svona svolítið, það segir hver sem þekkir Guð hlýðir á oss, já, hver sem þekkir Guð hlýðir á oss. Þannig að ef þú hlýðir ekki á okkur, þá bara þekkjur ekki Guð, sagði Jóhannes. Og hvað átti hann við? Jú, hann átti við uppfræðslu postulana, kenningu postulana. Og þess vegna getum við sagt í dag, ef þú hlýðir ekki á okkur, þá þekkjur ekki Guð. Og hvað á ég við? Ég á við það, ef þú meðtekur ekki kenningu postulana að Jesús Kristur hafi dáið fyrir syndir okkar, hann sé upprisinn, sitji nú við hægri hönd föðurins, að þá þekkjur ekki Guð. Það er auglýsing sem gengur núna á netinu, þar sem segir ég trúi á minn hátt. Veistu það að þú verður að trúa á Guðs hátt ef þú ætlar að sjá Guðs ríkið. Þú getur ekki tekið Guðs orð og aðlaga það að þinni hugsun. Við þurfum að aðlaga okkar hugsun að Guðs orði. Og það er mikill munur þar á. Þannig að samfélagið sem við eigum, það Jesúm Krist. Og það er svo gott að sjáðu til, við þurfum ekki að gera annað heldur en bara að rækja samfélagið, uppfræðsluna, samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Og málið er það með þetta samfélagi, við lesum 1. Jóhannesarbréf, 1. kafla og 7. vers, að sumir segja, já, heyrðu, sko, kirkjan, hún að gera nýja heimasíðu og allt þetta og svo það Kitti hérna í hinni kirkjunni, hann segir ef þið komið ekki á samkomu hjá mér eða hvað, en það var Jesús Kristur, samfélag okkar sem safnaðar er ekki okkar hugmynd, það var ekki fundið upp á einhverjum kirkjufundum, það var Guð sjálfur sem ákvað að við ættum að koma saman. Og spurning er hvort við hlýðum því að koma saman eða göngum okkar veg. Ef við lesum 1. Jóhannesarbréf, þá segir, en ef við göngum í ljósinu, eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan. Sjáðu til, ef við göngum í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan. Þannig að ef þú vanrækir samfélagið, þá ert ekki að ganga í ljósinu, það er mjög einfalt. Og það er Jóhannes sem segir þetta. Og svo segir hann, og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við göngum í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan, og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Derek Prince, sem var þekktur predikari hérna á stríðsárunum og eftir stríðsárin, að hann sagði þessa setningu, ég skrifaði hana niður í biblíuna mína, og ég skal lesa hana á ensku, svo að þurfir ekki að þýða það. Að það segir hérna, if we are out of fellowship, we are out of light. Ef við erum ekki í samfélagi, þá erum við ekki í ljósinu. If we are out of fellowship, we are out of light. Svo segir hann, Jesus' blood cleanses not in the dark. Blóð Jesú hreinsar ekki í myrkrinu. Og hvað á hann við? Þetta hljómar voða hart og svona dæmandi, en hvað á hann við? Hann segir að ef við viljum ganga í ljósinu, þá erum við í samfélagi. Og svo segir hann að blóð Jesú, það hreinsar ekki í myrkrinu. Sjáðu, ef þú felur syndir þínar, að þá hreinsar blóð Jesú ekki. Ef þú hefur syndirnar í myrkrinu, ef það er eitthvað sem okkur verður á og við viljum hafa það í myrkrinu, þá hreinsar blóð Jesú ekki. Þess vegna er samfélag svo mikilvægt, þegar ég á samfélag við konuna mína, að þá bendur hún mér á hverja einustu synd í mínu lífi. Alveg, og miklu meir en það. Og þess vegna er svo gott að eiga konu, og þess vegna er svo gott að eiga trúsystkini og trúbræður. Ef við sjáum ekki okkar eigin syndir, að þá koma þau með vasaljósið og það hérna. Og sjáðu, við erum ekki hrifin af svona boðskap, við segjum nei, við erum bara uppar á hvert annað. Nei, sjáðu til, það var eitt sem kom hérna á fundi í gær
og það var svolítið gaman að því. Hann var í svona vaffhálsmál peysu og hann hafði farið í hana öfuga og þannig að vaffið hálsmálið sneri aftur á bak. Og ég ætla ekki að segja hver það var, en ég segi svona við hann, konan þín hefur greinilega ekki hort á þig þegar þú fórst út. Hvað er að sagði hann? Peysan þín er öfug. Hann sagði, þakka þig fyrir, sagði hann. Hann var mjög þakklátur að ég benti honum á, þetta var nú kannski ekki synd, en þetta var eitthvað sem sneri öfugt. Og það er þetta sem að Jóhannes er að tala að það er kannski ekki bara syndir, að þegar við erum hluti af líkama, að þá sjáum við hlutina öðru vísi, við fáum sýn allra hinna inn í okkar líf sem við verðum af ef við erum ekki hluti af assemblíinu eða líkamanum. Postulasagan 2:46 segir, daglega komu þeir saman með einum hug í helgidóminum, þeir brutu brauð í heimahúsum og neittu fæði saman í fögnuð og einlægni hjartans. Og það er gott fyrir ykkur sem vinni vaktavinnu og komist ekki alltaf á samkomu, hafið þið brauðsbrotningu heima saman ef þið eru hjón, hafið þið þá brauðsbrotningu heima saman, takið þið bara, gefið ykkur smá stund, biðjið saman, brjóti brauðið og komið saman frammi fyrir augliti drottins. Það er gott að gera það, ekki bíða eftir ef þið eruð að vinna, að ekki bíða eftir næstu brauðsbrotningu, eigið þið samfélag heima. Ef þið eru hjón eða vinir, þá getum við átt líka þeir brutu brauð í heimahúsum. Amen. Þannig að við þurfum að eiga samfélag, hvort sem við komumst í kirkju eða ekki kirkju. Og það segir þeir komu daglega saman, svo ætlaði ég að lesa hérna eitt vers þegar þeir komu saman, mér finnst það svo magnað hérna í 4. kaflanum, 31. vers og 32. versið. Þar segir, þegar þeir höfðu beðist fyrir, hrærðist staðurinn, þar sem þeir voru samankomnir. Við sem búum hérna á Suðurnesjum, við höfum upplifað það að húsin okkar, þau hafa hræst undanfarin ár. Það hefur komið svona hreyfing á þau. En það voru ekki jarðhræringar hérna. Það var hérna þar sem þeir voru samankomnir og það sem gerðist, það kom ekki skelfing yfir því að væri jarðskjálfti. Þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. Það sem gerðist var að heilagur andi var að koma inn aftur. Og þeir fylltust heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. Svo segir, en í þeim fjölda sem trú hafði tekið var eitt hjarta, ein sál og enginn taldi neitt vera sitt hann átti. Sem sagt, þeir voru, ef ég má nota enska orðið aftur, assembly. Þeir voru samansettir. Þeir voru ekki bókahilla á gólfinu, þeir voru samsettir, þeir voru líkami. Það var eitt hjarta, það var ein sál, það var einn andi. Og vitið það, systkini, þegar við náum þessu, að þá hrærist staðurinn þar sem við komum saman. Ef við erum ekki að koma saman bara flotta músík eða horfa á hvert annað eða finna hvert öðru, þegar við öll komum saman til að leita Guðs, þá byrjar staðurinn að hrærast, ekki af því að jarðskjálfti, heldur af því að Guð, hann er svo gladur að vera með okkur og hann hreyfir sig og þá hræðist staðurinn. Amen. Þannig að þegar þeir höfðu beðist fyrir, hræðist staðurinn þar sem þeir komu saman. Í Hebreabréfinu 10:25 að þá er þetta vers og það er svo skrítið að sumir sem lásu þetta vers hérna oft að og ámyndu aðra, að ég sé þá ekki hérna í dag, en ef þeir eru að horfa, að þá vil ég minna þá á það sem þeir lásu fyrir okkur einu sinni. Það segir hérna, vanrækið ekki safnaða samkomur yðar, eins og sumrið siður, heldur, og sjáðu, þetta er ekki dæmandi orð, heldur er þetta krefjandi orð. Það segir, heldur upperu hver annan, vegna þess að
það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær. Málið að þegar ég sé þig þá uppörvast ég. Þegar þú sér mig þá vonandi uppörvast þú líka. Við uppörvum hvert annað þegar við sjáum hvert annað. Og þegar við komum saman, þá komum við saman til að biðja fyrir hvert öðru. Við komum saman til að blessa hvert annað. Og nú að koma jól. Og jólin, þau snúast líka samfélag. Og ég veit að maður svo oft heyrt þetta, ég kemst ekki heim á jólunum, ég að vinna eða eitthvað, eða ég ellendis og það alltaf skarð í fjölskyldunu ef að einhvern vantar. Og nú skarð í okkar fjölskyldu í dag að því að það einn farinn heim til himins. Við sjáum hann ekki hér á meðal okkar aftur, en við munum sjá hann einn dag. Þannig að þetta með samfélagið, að vanrækja ekki samfélagið, það var bara eitthvað sem Guðs orð minnir okkur á. Og ein ástæðan fyrir því, nú kem ég aftur að líkami, hann vex saman. Ef þú ferð, sem betur fer, þá eru læknar ekki byrjaðir á því að aðskilja hendur og fætur frá líkama. Læknar eru farnir að gera alls konar vitleysu í dag, en sjáðu til, líkami, hann vex saman. Ef það lítið barn, þá allir, sjáðu hendurnar, þessi hendi, hún vex jafnt og þessi hendi. Og þessi fótur, hann vex jafnt og hinn. En stundum það ef að einhverjir líkamshlutar eru teknir af, að þá vaksa þeir ekki lengur á líkamanum. Það bara þannig. Þess vegna svo mikilvægt að þegar við sjáum og skiljum að við erum líkami, þá erum við líka að vaksa saman. Við erum að vaksa saman upp til hans sem höfuðið, og það ritning í Efesusbréfinu sem segir 16. vers í 4. kafla, Efesusbréfi 4:16, þegar að líkaminn samanfelldur, samantengdur, sérhvert taug inn í sína þjónusta hendi, þá vex líkaminn og byggist upp í kærleika. Og vitiði, það svo lítið, ef þið hugsið líkamann okkar, það svo lítið sem þarf til að lama allan líkamann. Mjög lítið. Tannpína. Það getur verið, já, eins og sumrir að berjast við, biluð nýru, veikt hjarta. Þetta hefur áhrif á allan líkamann. Og það dregur úr öllum líkamann. Þess vegna svo mikilvægt að allir hlutir líkamans séu heilbrigðir. Það þarf bara lítill taugatitringur að hann getur sett fólk í rúmið. Og það eins með kirkjun okkar, það svo mikilvægt að allur líkaminn sé heilbrigður og sérhvert taug inni sína þjónustu af hendi. Það líkaminn. Amen. Já, ég ætla að setja mynd hérna fyrir okkur. Þegar ég var að vinna, ég vann í mörg ár upp á fluglaugum, og þar vorum við með rafmagnsbíla, löngu áður en að svo kallaði rafmagnsbílar kom á götuna, og þeir voru svolítið öðruvísi uppsettir heldur en geimarnir í bílnum hennar Dagnýjar. Þetta voru svona vinnutæki, og þeir voru þeir sem voru 80 volt, þeir höfðu 40 rafgeymasellur. Þeir sem voru 48 volt höfðu 24 sellur, af því að hver sella var 2 volt. Nú gerðist það stundum að ein sella, hún bilaði, og tækið, þá hafði maður val að tengja yfir selluna. Þá fekk maður aðeins lægri heildarspennu, þá fór spennan kannski niður í 78 volt, en þá keyrði bíllinn. En ef að þessi sella, hún dó, og þá hætti bíllinn að keyra. Og vitið að sumar sellur í okkar söfnuði, þær geta hreinlega lamað kirkjuna. En þá þurfum við bara hreinlega annarkvort að skipta þeim út,
eða tengja yfir þær. Og þá einnig sellu færra á meðan. En þetta talaði svo til mín í sambandi við kirkjuna að við sjáum hver sella út af fyrir sig, hún hafði 2 volt og hún gat verið sjálfstæð út af fyrir sig og gefið frá sér líf og gefið frá sér spennu, en saman með öllum hinum að þá var hún miklu hærri spenna og miklu meiri kraftur og keyrði allan bílinn áfram. Og þess vegna það svo mikilvægt að við séum innum okkar þjónustu af hendi og bæði okkar staðbundna söfnuði og í líkama Krists almennt. Að við innum það sem Guð hefur kallað mig til að gera, og stundum líður með þannig að ég að verða gamall og þá einhver annar að taka við og svona en Guð hefur verið að segja við mig, nei, þú átt að halda áfram að gera það sem þú ert að gera. Það getur vel verið að koma einhver annar og leiði kirkjuna, en ég ekki að fara að slaka á í að þjóna Drottni. Við höldum áfram þangað til yfir líkur, þangað til við förum heim. Amen. En það er alltaf þessi 2 þættir í ákvarðanatöku í sambandi við samfélag. Það er pain og það er pleasure. Þetta hef ég skrifað á ensku, að því mér vantaði íslensk orð. Það er stundum sársaukafullt að vakna á morgnana og fara á samkomu. Það er þægilegra að liggja bara áfram í rúminu og hvíla sig. En ef við förum óþægilegri leiðina, að þá byggjum við okkur upp og þá eignumst við meira líf. Og bara inn í brauðsbrotninguna, ástæðan fyrir að við komum saman, það er óeðlilegt ef að líkami ekki saman, af því að líkami vex saman. Og ég er búin að minnast á það, það er óeðlilegt ef að líkami ekki saman. Ef að líkamshlutirnir, ég man að Watchman Nee, kínverskur fræðimaður, skrifaði alveg 20 bóka. Hann tók þessa mynd, ef þú kæmur inn í hús og það væri myrkur og þú byrjar að ganga inn og allt í einu sérðu bara hendi einhvers staðar á borði og það er bara manns hendi á borði. Og hann segir, þú eru hræddur, það er óeðlilegt. Og málið er það að hann tók þessa mynd að það er óeðlilegt ef að limir líkamans eru ekki samanfelldir og á líkamanum. Það er heilbrigt. Það er óheilbrigt ef að líkamshlutirnir eru einhvers staðar út allar trissur. Þannig að við komum saman af því að við erum líkami. Í Mattheus 18:20, það er önnur ástæða fyrir að við komum saman. Þar segir Jesús, hvar sem 2 eða 3 koma saman, þar er ég mitt á meðal þeirra. Hvar sem 2 eða 3 koma saman, þar er ég mitt á meðal þeirra. Málið er að þegar við komum saman, þá er Jesús alltaf mættur og það þarf ekki nema 2. Hann lætur sig ekki vanta þegar við komum saman í hans nafni. Þegar hann heyrir nafnið, þá kemur hann. Hann er kominn á staðinn og hann elskar það að vera með okkur og staðurinn hrærist þar sem við komum saman. Í Postulasögunni 5, það er ein ástæða fyrir að við komum saman, þá lesum við, og ég ætla að lesa þetta, fyrir hendur postulana, 12. vers, Postulasagan 5, vers 12 til 17. Fyrir hendur postulana gjörðust mörg tákn og undur meðal lýðsins. Allur söfnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salómons. Engir aðrir þorðu að samlagast þeim, en fólk virti þá mikils. Takið eftir þessu, það var aðskilnaður. Það voru þeir sem komu saman og það voru þeir sem ekki þorðu að koma og vera með þeim, eins og við upplifum í dag. Sumir leggja, einhvers kom fyrst á Alfa, hann lagði bílnum sínu langt fyrir ofan, að því hann vildi ekki láta sjá að hann væri að koma inn í þessa kirkju. En allavega, engir aðrir þorðu að samlagast þeim, en fólk virti þá mikils. Enn fleiri urðu þeir sem trúðu á Drottinn, fjöldi karla og kvenna. Menn báru jafnvel sjúka út á strætin, lögðu þá á rekkjur og börur. Ef verða mætti Pétur gengi hjá alltént skugginn af honum, félli á einhvern þeirra. Einnig kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis Jerúsalem,
flutti með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum, þeir læknuðust allir. Þeir læknuðust allir. Þeir læknuðust allir. Þeir læknuðust allir. Og við höfum verið að spyrja okkur, af hverju gerist það ekki líka hjá okkur? Jesús gaf okkur svar við því, vegna vantrúar ykkar. Já, þú mátt ekki meiða okkur. Jesús, hann sagði þetta við lærisveina sína og hann segir þetta líka við okkur. Og það er ekki verið að meiða neitt. Það er gott að vita hvar trú okkar er. Það er líka gott að halda sig við þann mæli trúar sem við höfum, en það er líka gott að ganga inn í þá trú sem Jesús Kristur hafði. Og það er það sem hann hefur kallað okkur til. Hann sagði, þessi tákn munu fylgja þeim sem trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út. Í mínu nafni munu þeir tala öðrum tungum. Í mínu nafni munu þeir leggja hendur yfir sjúka og þeir munu verða heilir. Og hér sjáum við að frumkirkjan var með þetta. Þeir læknuðust allir. Þeir læknuðust allir. Jesús hafði sagt þeim að fara og bíða eftir að andinn kæmi, og andinn kom, og það var eins og aðdynjandi sterkviðris, og það voru eldtungur sem komu. Síðan þegar þeir komu saman, að þá hrærði staðurinn þar sem þeir komu saman, og það bara læknuðust allir. Og Jesús ætlaðist aldrei til þess að þetta breyttist neitt. Eða var þarna þá á það að vera hérna núna. Amen. Og nú ætlum við að koma að þessu borði drottins eða máltíð drottins. Jesús sagði, hann sagði, ef við förum núna í opnum 1. Korinthubréf 10 og 11, 1. Korinthubréf, það er 10. kafli, eða ég ætla að lesa hérna fyrst eitt vers úr 11. kafla, þar sem segir í 24. versinu, hann tók brauð, gjörði þakkir, sagði, þetta er minn líkami sem er fyrir yður. Svo segir hann, gjörið þetta í mína minningu. Hann segir, gjörið þetta í mína minningu. Og hann segir, alltaf þegar við gerum þetta, þá boðum við dauða drottins þangað til hann kemur. Og hvað gerði dauði drottins fyrir okkur? Hann bar mein vor, hann bar sjúkdóma vora, hegningin sem við höfðum tilunnið kom niður á honum. Það er dauði drottins. Og hann segir, þegar að þið eruð að minnast mín, þá eruð þið í rauninni að boða og taka á móti því sem ég gerði fyrir ykkur. Og Jesús, þegar hann við síðustu kvöldmáltíðina, að þá minnist hann páskana. Hann segir, hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður. Hann minntist þess að Ísraelsmenn fóru út af Egyptalandi, þeir voru leystir úr þrælahúsinu, og það sem hafði gerst þá var að þeir settu blóð á dyrastafi húsa sinna, síðan steiktu þeir lamb, þeir borðuðu lambið, og það segir í 2. Mósebók að þeir áttu að vera tilbúnir að fara leið og væru búnir að borða. Og það þýddi það, hvert voru þeir að fara? Þeir voru að fara burt úr þrældóminum. Þeir voru að yfirgefa þrælahaldið, þeir voru að yfirgefa Egyptaland. Þeir voru að yfirgefa Faraó sem hafði stjórnað þeim og kvalið þá. Og Jesús, þegar hann kemur saman með lærisveinum sínum, þá segir hann, nú erum við að halda páska, við erum að minnast þess að við vorum leystir út af Egyptalandi, en hann segir þeim í raun og veru að hann sé núna þeirra páskalamb. Páll orðaði svo í 1. Korinthubréfi 5:7 að Jesús, nú verður hann páskalambið. Hann segir, við skulum lesa þetta hérna, að Jesús, hann gjörði þakkir, þetta er vers 24, braut það brauðið og sagði, þetta er minn líkami sem er fyrir yður,
Gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann bikarinn eftir kvöldmáltíðina, sagði þessi bikar hinn nýi sáttmáli í mínu blóði. Gjörið þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Þannig að þegar við drekkum að bikarnum, þá getum við séð fyrir okkur blóðið á dyrastöfum hjartna okkar að við erum leyst frá synd, við erum leyst frá dómi og við erum tilbúin að ganga út úr okkar syndum, út úr okkar sjúkdómum, út frá öllu sem bindur okkur eftir að hafa tekið blóð drottins, eftir að hafa etið lambið, eftir að hafa tekið brauðið. Þannig að það brauðsbrotning, sem við kalla þetta altarisgöngu. Við mögum kalla það hvað sem við viljum, en þetta þýðir það að við erum að minnast þess að Jesús Kristur, hann dó fyrir syndir okkar, hann dó fyrir sjúkdóm okkar. Við erum að minnast þess. Af hverju þarf að minna okkur á það? Ef það ekki að virka, þá þarf hann að minna okkur á það. Við erum að segja, af hverju þetta ekki að virka? Minnum okkur á það hver grunnurinn að þetta ennþá til staðar fyrir okkur. Hann sagði, gjörið þetta svo oft sem þér drekkið í mína, sem þér minnist mín, fórnardauða míns. Og hér segir, nú ætla ég að fara í kafla 10, vers 16, sá bikar blessunarinnar sem við blessum hann ekki samfélag blóð Krists. Brauðið sem við brjótum það ekki samfélag líkama Krists. Af því að brauðið eitt erum við hinnir mörgu einn líkami, því að við höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. Þannig að þegar við minnumst þessa nú, að þá minnumst við þess að við erum leyst frá synd fyrir blóð Jesú og að hann núna okkar brauð. Hann okkar lífsins brauð. Jesús sagði, ég brauð lífsins. Ég brauð lífsins. Þannig að þetta ekki bara einhver seremonía, þetta eitthvað sem að við gerum í trú og sjáðu til, þetta var ekki seremonía fyrir konuna með blóðlátið. Hún sagði, ef ég aðeins fæ snertan mun ég heil verða. Og sjáðu, þessi athöfn til að snerta hann. Ef við snertum hann, ef þú snertir hann í dag, myndu heill verða. Margir snertu hann forðum á þess að snerta hann. Þeir þrengdu að honum, en þeir snerta hann ekki. Það var þessi eina kona sem snerta hann. Og með svo góðu vitnisburðurinn á það hjá henni Kristínu, að hún var búin að snerta hann og hún hélt fast í hann, sama hvað allir aðrir sögðu. Og það það sem við þurfum að gera, að við horfum á Jesú, við horfum ekki á sjúkdóman okkar. Hann sagði okkur aldrei að horfa á læknaskýrslurnar, hann sagði okkur aldrei að horfa á veikindin eða lífin okkar, hann sagði okkur að horfa á orðið. Þeir Ísraelsmenn áttu að horfa á höggorminn, og það mynd upp á Jesú. Hann sagði, eins og Móse hóf upp höggorminn, eins mun mannssonurinn upphafinn verða, og það að hann var gerður að bölvun fyrir okkur, þýðir það að ef við horfum á hann, þá munum við heilbrigð verða. Orðin líf þeirra öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra. Amen. Og sjáðu, Pétur, þegar hann var að reyna að ganga á vatninu, og við getum borið það saman við að reyna að meðtaka lækningu frá Jesú, að það eins og að ganga á vatni. Sjúkdómurinn búin að kannski þrykkja þig svo niður að í huga þínum það jafnvel orðið ómögulegt að sjá lækninguna, en þegar að Jesú segir, já, komdu, og Pétur, hann horfir á Jesú, hann bara gengur á vatninu, og hann bara, við getum borið það saman við að það eins og hann upplifði, já, ég get orðið heill, en svo byrjar hann að horfa aftur á storminn, og þá byrjar hann að sökkva. Og það þetta sem Biblían að segja okkur, að ekki láta orð Guðs víkja frá augum okkar. Til þess höfum við samfélag. Það einn hluti af samfélaginu að halda orði Guðs stöðulega
fyrir augunum á okkur, að það víki ekki frá okkur. Við komum saman, þeir komu saman kenningu postulana, þeir komu saman til að biðja saman, þeir komu saman til að eiga samfélag saman, þeir komu saman til þess að brjóta brauðið saman. Og það er það sem við ætlum að gera í dag. Og við ætlum að bara í Jesú nafni að skipa öllum sjúkleiksöndum út úr þessu húsi á þessum morgni í nafninu sem æðra öllum öðrum nöfnum. Ef þú átt ástvini, þá skaltu nefna þá núna og segðu heill í Jesú nafni. Og við skipum bara öllum líkamshlutum að koma á sinn stað, hvort sem það hjarta eða nýru, komiði til hlýðni við orð Drottins í nafni Jesú. Hvað sem það komdu til hlýðni við orð Drottins Jesú og horfðu síðan stöðulega á orðið, ekki á stormana, ekki á læknaskýrslurnar, horfðu á Jesúm Krist og hann krossfestan, hann bar mein vor, hann bar sjúkdóma vora og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Við erum ekki að kalla lækninguna niður úr himnunum, það þegar gert. Það þegar gert. Og andi Guðs, þessi mikli voldu í heilagi sem kom á hvítasunnudag, sem hrærði staðinn, hann býr hið innra með þér og mér. Og við biðjum í Jesú nafni frá þeim mikla volduga heilaga anda. Amen. Og við segjum bara Drottinn, við þökkum þér fyrir þitt orð á þessum degi, við þökkum þér fyrir að þú ert hér. Og við þökkum þér fyrir það að Drottinn að þú ert læknirinn okkar, þú ert góði hirðirinn og þakka þér fyrir það að brákaðan reyrinn brýtur þú ekki, nei Drottinn minn, þú umlykur okkur á bak og brjóst, þinn mátturinn, þín dýrðin. Og þakka þér fyrir það að það ekki þegar við komum til himins, það hér og nú. Dýrðin þín hér. Ég elska staðinn þar sem dýrð þín býr og þú hefur boðið út dýrð þinni þar sem þitt fólk kemur saman. Faðir, við lofum þig og við gefum þínu nafni alla dýrð. Amen. Amen. Og já, við ætlum að ganga borðið Drottins þá.